Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Hey man, who's that cat coming down the street? I don't know, but it sounds to me like that lizard man with the bone. Sure having himself a ball. Já, sportáttur með ykkur hérna þessum mánudagskvöldi og við erum náttúrulega konum með Harlem Globetrotters stefið undir og það körfuboltaumræða að hefjast hér núna klukkan orðin korter í 10 mánudagskvöldi 28. apríl og já, á línunni er Ragnar Nathanielsson, leikmaður Þorlákshöfn og hann fylgdist með leik KR og Grindavíks í kvöld. Gott blessa og sæll ekki? Jú, blessa mistari. Hvað segirðu gott? Herri, ég hef bara sjaldan verið betri. Já, þú varst nú bara, já, hvað varst það, þú varst í Danmörku? Já, ég er nýkomur á Danmörku. Já, varstu þá kvennaviðum þar eða? Nei, maður var nú bara hann að ná tímabilinu úr sér. Já, það er svona, þannig að þú hefur verið í andlegri meðferð. Já, þetta er svona mikilvægt eftir svona tímabil og tala að við förum að lendum það leiðilega úr keppninni. Þá þarf maður svona aðeins að gleyma þessu, þá þarf maður að fara bara að strákaferð. Já, nákvæmlega. Það að gera og voru miklu höfðingja með þér? Já, við vorum með bræðrunum Baldri og Þorsteini og vorum að hitta þriðja bróðurinn hann Björn Sigurður Ragnarsson. Já, reynsluboltan. Reynsluboltan sjálfan. Já, sem að ólu upp þessa tvo bræður eða ekki? Jú, hann kendi þeim allt sem þeir kunna í körfubolta og bara hegðin yfir höfuð. Já, það er heldur gott. Það var ekki orðbræði. En hérna, hvernig fannst þér leikurinn í kvöld? Þetta var náttúrulega aldrei spennandi? Nei, þetta var bara þarna voru aðalega og KR að sína réttu liti en samt Grindavík voru alls ekki að sína réttu liti. Nei. Það var alveg leiðilegt að sjá að það virðist vera að Brilli sé búin að týna tötsinu sko. En þá stíga bara einhverju upp, það var aldrei spurningum sko, Darri og Martin er alltaf bara okkur öðru leveli sko. Já. Það er nú bara hver að vera síðastar að fylgjast með þessum dreng. Já, nú er hann að fara út í áskólakallin. Já. Og er þetta ekki alveg þess virði að fara á leik og fylgjast með þessum dreng? Jú, alveg klárlega. Ég tel mig vera bara heppinn að skula vera vonandi með hann við landslýsverkefni í sumar og geta deilt parketti með hann. Já. En þú varst náttúrulega í Danmörku núna og já, þú hefur náttúrulega ekkert slakað á því að allt fyrra sumar fór í landsleikjaprogram og svo bara beint í tímabil. Já. Og þannig að ég er svona nokkuð viss það, ég verð nú í landslýshópnum í ár. Þannig að maður aðeins að fá smá stund milli stríða og eins og ég segi, nú er ég aftur byrjar að fullu með Baldri í liftingum í Þorlákshöfn og alls konar svona einkaæfingum og já. Þannig að var það aðeins að slaka á þarna 1-2 vikur. Það er líka mikilvægt. Ég er líka að vera alltaf í körna, þá fær maður bara að leiða því. En, já, eiga Grindvíkingar ekkert möguleika í KR núna? Það er náttúrulega, það getur náttúrulega endað í 8 leik. Já, við viljum alltaf 8 leik, sko. Það er málið, en ef við erum að þetta svona aftur á hvað var það, 50 daginn, þá er ekki mikil von fyrir þeim. Nei. Það virðist bara að vera hausinn vera sér ekki lægi og það er bara, ég veit ekki, það er eiga að vera með reynsluna sko og tvöfaldir Íslandsmeistarar og samt er einhvað að angraða í þessari seríu. Þarftu ekki bara að fara að heimsækja Sigga Þorsteins og berja hann aðeins í hausinn? Ég bara nú nóg í seríun okkar en og ég ætla ekki að segja hans í einn þarna, þeir eru þarna, virðist vera allir þarna einhvað aðdurðklási sko. Já. Ásakið orðbræði. Já, þetta er frjálsleitið hjá okkur, það eru börnin eru sotnuð. Já, vonandi. En hérna aðeins að NBA, hefur eitthvað náð að fylgjast með því? Já, ég er einhvað búin að vera að skoða það. Já. Samt að lítið maður er mikið að vinna á svona, en maður er að reyna að skoða allan að fylgjast með stöttunum. Þetta virðist alltaf að vera, já, meiri spenni en menn byggust við. Já, ég er búin að undrast mikið á Atlanta Pacers.
Ég þekki bara einn mann í Atlanta, það Kyle Korver og restina veit ég ekki hver en þeir eru bara þvílíkt að stríða þeim, sko. Er ekki staðan 2-1? Staðan núna 2-2 í einvíginu. Hún er orðin 2-2. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Og svo er Washington Wizards, þeir eru 3-1 yfir Chicago Bulls. Já. Og reyndar ég sá minn maður reyndar og mikill asli, Nene var eitthvað með kjaftana og verður ekki með í næsta leik, held ég. Já. Því hann var eitthvað svona, eitthvað að láta þetta fara í hausinn á sér. Og svo er Toronto Raptors og Brooklyn Nets staðan þar 2-2, það var kannski búist við jafni viðrekt þar. Já. Og svo Miami Heat, þeir tóku náttúrulega bókast 3-0. Allan austrinu, Miami heldur að þeir sigli bara beint í gegnum þetta allt saman? Já, maður býst í því, en svo náttúrulega ef þeir fara að vera kokki, þá veit maður ekki hvað gerir, sko. Ef þeir halda að þeir séu að fara að gera þetta með annari og svo líka ég sá að Dallas, þeir ekki komin 2-1 yfir? Jó, þeir eru komin 2-1 yfir, getur San Antonio Spurs. Já, gaman að segja frá því mitt á lögða, en þá fór ég í afmælisveislu af vinkonu minni, ég var alltaf að hitta hann Ívar Stórsnilling á vinn minn. Þá var hann ekki í afmælinu og ég spurði hvað er Ívar? Hann var að skreppa hans heim og svo kom hann alveg, hann var svo reiður og í fíl og allt maður. Hvað er það? Dallas var San Antonio Busser maður, helviti svindli, hann sem vill San Antonio maður og hann var alveg brjálaður. Ég var bara steinhissaði, þá var ég ekkert mann fylgist með því. Já. Ég bjóðst náttúrulega við San Antonio og myndi rulla yfir það. En það að Dallas menn eitthvað að fara í neðar, sko. Og þannig að þú hefur aðeins þurft að stríða Ívari þetta kvöld, eða? Já, ég leta hann að þetta heyra það. Góðir og bestu vinnir, þeir geti ekki gert annað heldur en að vera að stríða þeim. Eru þið slóðið gegn í lýsingunum í Hveragerði í vetur? Já, við vorum þannig saman við vinninir. Já. Þú stóðu ykkur bara frábærlega? Já, takk. Svo er Houston Rockets, þar er Portland Trail Blazers konir í 3-1. Já, það ég er bara búin að fylgjast alveg mest með honum LeMarcus vinnu mínum. Já. Hann er bara að sýna einhverja ótrúlega hluti þannig í Portlandliðinu. Ég var að ræða við mann sem ekkert skarpast hnífurinn í skúfunni en á svona viti einhvað. Já. Og hann var bara, veistu hvað, þetta er svo ekki bara einhverja lélegt NBA-lið eins og Trailblazers til að byrja í. Trailblazers nú alls ekki bara lélegir í ár. Nei. Þá vissi hann greiði ekki neitt. Nei, 5. sæti í vestrinu og Houston í 4. Já. En svo er Los Angeles Clippers og Golden State Warriors, staðan þar 2-2 í því einvígi. Já, ég ekki þessu, mjög jöfnlið. Og var mikið að skoða hann að vesinni með þann eigandan hjá Clippers. Já, hann var í vandræðum núna út af konunni sinni. Já, hann var einhvað að drullu upp á bak þannig að kallinn. Þá var hann að tala að því að konan sé það ekki svört eða ekki? Jó, hún er einhver blanda, sko. Já, einhver blending og hann var að biðja hann að sleppa því að koma með þessa svertingi á leiki til sín. Já, og ekki vilja fá myndir með þeim og var eitthvað að því að fekk mynd með Magic Johnson. Já. Ég held bara að allir í heiminum vilja mynd með Magic Johnson. Já, og enda skildist mér að Magic Johnson, hann ætlar ekki á leiki hjá Clippers núna á meðan þetta er eigandinn. Nei, hann var að hann sagði, ég las eitthvað staðar að hann sagði að hann ætti að leikmennir ætti ekki að láta tröfla sig. En þeldekkir áhörundur ætti ekki að stýða á að fara að leiki. Já. Sem að ég skil fullkomlega þetta, ég meina að vita það allir að það er nú meirhlutin af körfballamennum í NBA þeldekkir. Og þetta er eigandi á körfballaliði og vera svona þröngsýn sem eigandi, mér veist alveg út í hött. Já. Og hann er alveg, eins og maður segir, alveg upp á bak bara. Já. Í þessu vitali. Já, í spjalli við konu sína. Herðu,
svo að einhverju skemmtilegra, það Oklahoma City Thunder og Memphis Grizzlies, staðan þar 2-2. Kevin Durant ekkert að slá Thunder. Ég er ekki búin að fylgjast mikið með þeim. En ég, mín skoðun á því að það allir að tala að LeBron sé MVP og LeBron sé bestur og svona, og að mínu mati Kevin Durant besti leikmaðurinn í NBA í dag. Já. Þegar hann meiddist, point guardinn vinnur okkar, Westbrook, þá tók hann bara liðu axlunar. Það bara ekki einfaldlega það, hann hélt gjörsamlega upp í, hann bara eignaði sér þetta hlutverk, og mínu mati þetta allan daginn MVP. Já. Nákvæmlega, og það má bara ekki líta fram hjá honum með hvernig tímabilið búið að vera hjá honum. Nei, alls ekki. En það spurning, getur það ekki haft áhrif ef að liðans myndi detta núna út, sem verði nú mjög ólíklegt gegn Memphis Grizzlies í fyrstu umferð? Hvað, þá að kenna að því að Westbrook sé komin aftur? Já, allir ekki bara. Jú, við hefum aldrei fílað Westbrook sjálf, mér er þannig að hálf kókruðstur og leiðilegur. Já. Svo allan sem ég séð á hann, sko. Er nú ekki mikill sérfræðingur Oklahoma. En nú ert þú, ert ekki stærsti maður Íslands ennþá, eða hvernig er? Jú, eða á Íslandi, ég held nú að Pétur síðan þá aðeins stærri en ég. Hann býr í Bandaríkjum, það skiptir ekki máli. Nei, og þá hefur þú væntanlega mikið uppáhald að stóru leikmunum, en finnst þér ekki, það fer aðeins minna fyrir stóru leikmunum en voru þarna í 10. áratugum í NBA-deildinni? Jú, þetta er náttúrulega alveg svo. Þetta er alveg hraðari bolti fyrir mér og svona aðeins meira svona sjó, þú veist, það er alltaf sýnt. Topplayin alltaf yfir, blokk og þvílíkt tróðsla frá LeBron eða Blake Griffin, eitthvað svoleiðis. Þeir eru öllum ekki að sína eins og minn maður Joakim Noah þegar hann komur að hreyfingar á postinum eða Marka Sol mitt í Grizzlies sem er miklu uppaldi á mér. Þegar hann var nefnt varnamaður tímabilsins sem fyrir á, hann alveg glæsilegur. En þegar þú varst Polli, hvaða leikmenn voru uppáldið hjá þér? Það var alltaf og mér hefði alltaf vera Shaq, sko. Já, tröllið. Tröllið Shaq. Ég á bókina Shaq Attack og maður lesa hana og búin að skoða, ég alltaf að skoða eitthvað klippur á hann aftur og horfa á Shaq in the Fool og hann var svo rosalega dominant leikmaður, ég elskaði hann. En glæsilegur. En nú sumarið byrjað á þér og þú verður væntanlega í landsliðsverkefnum og hvernig eru æfingar hjá ykkur til dæmis í Þorlákshöfn í sumar? Núna erum við bara einbætt að styrkja okkur aðalega. Lifta mikið með balla og ég er komin í aðeins svona ballhandling æfingar svona, ég þarf aðeins að bæta hjá mér boltafannina. Já. Og þannig að við erum að æfa stíftundin, svo náttúrulega ennþá 11 flokkar var að klára helgina, verði Íslandsmeistarar. Grindavík Þór og það einhver leikir eftir í Úlinga held ég. Já. Þannig að leiða þeim að klára, leiða þeim svo að fara í frí og svo byrjum við alveg á okkur skot og dripplegum að einstaklega hjá Benna og svo fer ég bara í landslýsprogrammi þegar það byrjar. Já, okkur. Herðu, og Grindavík Þór meistarar í, hvað var það, 11. flokki drengja? Já. Þannig að það er bara sögulegt. Það eru það á sunnudaginn. Vorum þar með Halldór, Matta og Jón frá Þór. Já. Þannig að þetta er stór glæsilegt. Já, mjög stoltur af þessu strákum og gaman að sjá að Halldór er aldeilis búin að stíga upp og taka sér þetta verkefni. Bæði í yngri flokkum og meistaraflokk þegar Þorsteinn meiddist og svona. En Ragnar, nú eru þið í Þorlákshöfn og eru náttúrulega stjörnunar í Þorlákshöfnabæ og eru þá ekki allar stelpunar að falla fyrir ykkur hérna í leikmannunum? Já, svona þær eru þetta ekki
og margar á okkar aldri. Það eru vist eitthvað mikið að flytja bara í bæinn. Já, að flýja ykkur. Já. Já. Og svo er það alltaf ungar og maður náttúrulega verður að láta það í friði. En þurfið þið þá eldri leikmennir ekki að segja ungu strákunum hvernig þeir eiga að hefða sér í þessu? Jú, við reynum það en þetta er svo fljótróska. Þeir eru fann að gera hluti sem að ég vissi eins og ekki verið til að þeirra aldrei. Já. Ragnar... Ég var nú ekki mikil fyrirmyndu yngri árum. Nei. Ragnar Nathansson, við skulum kannski stoppa aðurinn að ykkur og mömmur fara að ringja í sína. Já. En þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara eða gleðilegt sumar og gangiði vel. Já, ég er nú reynda með smá fréttir sem ég ætlaði að segja. Já, góðu með það. Ég verð því mér ekki Þór næst tímabili. Verður ekki Þór? Ég verð ekki Þór. Nú, hvert er það að fara að þvælast? Ég ætla að opinbera það hérna fyrir stórvinum mínum að ég var rétt í þessu að bara í kvöld fyrir svona 3 tímum síðan var ég að skrifa undir að Sundsvall Dragons í Svíþjóð. Já, þú bara á leiðin út? Já. Herru, þetta er bara stórt. Já. Og þetta er gleypt á beint í sportáttin. Já, beint í Íslendinga liðið. Það er eins gott að ég kom við þá með íslenska bjórtíðin hérna til Svíþjóðar. Já. Þetta er ótrúlegt. Herðu, til hamingju með það og þá bætist þú í hópinn með öðrum góðum Íslendingum. Já, það kann kæra fyrir það. Og hann að þú ert bara náttúrumaður. Já, núna er maður að fara að taka stóri skrið. Líst vel á það. Ragnar Nathansson, ég er bara í andlu áfalli hérna og ég þarf að fá að kveðja þig. Já, þetta er það vilja. Herðu, við verðum í... Ég byrja að hilsa vinkonu minni henni hérna Elsie hérna í Blagginni. Já, ég skila því. Skila því fyrir mig. Ég gera það sjálfsögðu. Hún hefur væntanlega viljað að fá því í Blaggið í den? Jó, við rettum þetta, vorum saman að smáþjóðleikum. Já. Og Elsa Sæni vildi Olmu fá mig. Já, auðvitað. En það nýtar svona menn sennilega vel í Blaggi. Já. Ragnar Nathansson, þakkaði kærlega fyrir og það er aldeilis leikmaður Sundsvall Dragons. Já. Það er ekkert flóknara. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Blessaður. Já, Ragnar Nathansson orðin bara leikmaður Sundsvall Dragons hérna í beinni bara fyrir 3 tímum síðan. Við erum að fara bara í handbolta núna. Halldór Stefán Haraldsson er hérna á línunni eftir smá stund. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Frábærar fréttir. Leikfélag Austur